Þá ætla ég að ganga frá vagninum. Ég búinn að festa hann niður á borðið á hvolfi og nú allt tilbúið til þess að halda áfram. Ég búinn að skera þarna framan af og svo þurfum við að taka aftan af og jafna þessa brún niður því að neðri brúnin kemur á þetta og þegar við setjum þetta saman þá getum við klemt þetta saman þarna. Þessi biti þarf að koma og hjólastelskauburinn með þessu rífi og þetta ríf sem heldur við kubbinn. Svo púsar maður þetta og setur skinnið á. Ég er búinn að gera nokkrar merkingar á rótarrifið og ég skal sýna ykkur þær núna. Það sjást hérna þrenns konar merkingar sem ég er búinn að gera. Það er fyrir krossviðar samsetninguna sem kemur við aðalbitann, aftan við fremri bitann og framan við aftari bitann og síðan er ég búinn að gera merkingu sem sýnir hvar hjólastelskauburinn er og hvað langt er í þar sem það þarf að stinga niður hjólastellinu sjálfu. Það er gat í 52 mm fjarlægð frá endarifinu þar sem að hjólastellið byrjar. Það er ágætt að hafa þessar merkingar þarna, þá get ég bara mælt þær út þegar ég þarf að skera ofan í klæðninguna því að maður sér náttúrulega ekki gegnum hana. Það fyrsta sem ég ætla að gera er að líma þennan bita niður. Það er hvíta límið eins og venjulega og það þarf að tróða því vel inn í þessar rifur sem bitinn kemur í. Þá er ágætt að nota puttann. Maður setur puttann fyrir rifuna og setur lím á puttann og nuttar svo fram og tilbaka þannig að límið fari á alla fletina í þessari rifu eða rauf sem bitinn kemur í. Og svo er það síðasta. Það fer náttúrulega að líma puttan á manni en það gerir svo sem ekkert ógagn. Er sér hægt að leika sér með það ef maður vill. Nú treð ég bitanum í. Það er allt í lagi að halda honum á sínum stað með títuprjónum. Það er aðalega til þess að hann fari ekki neitt. Vængurinn situr beinn og breiður. Svona. Þarna er ég búinn að líma kubbinn sem kemur á hjólastellsfestinguna. Hjólastellið liggur þarna í þessari rauf og síðan í gegn og upp eftir þessum kubbi. Og síðan stendur leggurinn niður og fjöðrunin felst í því að það snýst upp á stálteinin sem liggur þarna. Þetta þarf að límast þarna ofan í og það er krossviðarrif sem fer með og það þarf að tróða því
inn á fyrst. Það láta það bara staðsetja það á sinn stað. Nú lími ég þetta niður með epoxy til þess að það sé nú almennilega fast og hart, eins gott og trilliðmið þá er það ekkert endilega mjög hart, það er ennþá mjúkt eftir það hefur þornað. Þarna ég er með glerplötu þarna á borðinu og þess vegna er gott að er þægilegt fyrir mig bara að blanda epoxyið á glerplötuna þar sem ég stend og síðan er hægt að þrífa það bara af aftur seinna. Í vasanum er ég með hrærisprik sem er svona lítill rækjugaffall heitir það held ég þegar maður kaupir það einhvers staðar í Netto eða Bíkó. Nei, ekki Bíkó, Bónus. Það er alltaf ágætt að vera með tilbúna hrærispítur og svo bara tróða nógu miklu af þessu epoxy lími þar sem að þetta situr þarna uppi, þannig að það þarf að setja gott lím á það. Og þarna kemur lausarifið og svo epoxy ofan í raufarnar sem halda þessu. Balsarifið þarna í miðjunni kemur nú líklega ekki til með að halda miklu en það er allt í lagi að setja smá epoxy lím á það. Og síðan fer þetta á sinn stað. Dettur ofan í, alveg eins og til er ætlast. Nú þarf að setja lausarifið upp að. Það þarf að setja lím á það. Hugsanlega gleymdi ég bara að setja lím á það áður en ég tróð því nú á ný, en það er hægt að setja bara sekundulím til dæmis með því, það þarf ekki mikið. Þarna klemmurnar halda lausarifinu að kubbnum og staðsetja það rétt og síðan setja bara smá sekundulím á þetta. Fergja þetta niður, svo það fari nú ekki neitt. Sekundulímið, þó að það sé svona þykkt eins og þetta, þá nær það að leka ofan í og ótrúlega hvað það fer langt. Þetta virðist vera allt í lagi. Og þegar límingin er búin, þá sækir maður bara rauðsprittið og þrífur glerplötuna. Og það er eins og aldrei hefur verið neitt á henni. Og meðan þetta harðnar, þá er hægt að taka hérna afturbrúnina og athuga að frambrúnin sé líka fylgi yfirborði rifjanna.
Því að platan sem að límist ofan á þetta, hún þarf að fylgja þessu öllu saman. Aðalverkfærið í þetta er náttúrulega balsahefillinn. Hann er mjög góður og þetta er nákvæmlega eins og var á efri brúnni, þannig að við séð þetta áður. Maður notar hefilinn til þess að hefla spýtuna eins nálægt rifjunum eins og maður kemst án þess að brjóta rifin, sem er náttúrulega verulega hætta. Síðan þegar að maður er komin alveg niður að rifjunum, þá líkur maður við þetta með því að fara með sandpappírinn á spýtuna. Þarna hefur lím náð að leka niður, þannig að það er dálítið erfitt stundum að hefla í gegn. Og svo er það púsikubburinn og eins og áður þá einbeitir maður sér að einu rifi og lætur kubbinn hanga yfir að næsta, þannig að maður pússar aðeins þéttara á annað rifið og leyfir hínu bara að fara með. Þá nær maður þessu yfirleitt nokkuð beinu, nokkuð réttu. Hérna stendur allt of mikið utan af, þannig að ég ætla að skera það frá. Og svo er það aðeins á afturbrúninni. Afturbrúnin þarf líka að fylgja rifinu og þá er mjög gott að láta hefilinn bara setjast ofan á rifin og draga hann til og taka alltaf meira og meira þangað til að platan fylgir rifjunum. Maður þarf að vísu að passa sig að rífa ekki rifin frá plötunni eða plötuna frá rifjunum, og ef það gerist þá er hægt að setja sekúndulím undir og halda við, þannig að leyfa því að harðna. Ég vil setja kvata á það. Og svo heldur maður bara áfram að hefla. Það er ágætt að hafa fingur undir plötunni á móti heflinum, þannig að hefillinn ýti ekki plötunni frá sér, heldur liggi bara ofan á. Maður vil heldur bæði í plötuna og hefilinn á meðan maður heflar. Og eitt líka, ekkert að vera að fara allt of hratt. Þetta má taka þann tíma sem það þarf. Hérna sést hvernig ég er með puttann undir til þess að halda plötunni að heflinum, frekar en að ýta heflinum ofan á plötunni. Og síðan renni ég hægt og rólega yfir þetta alla leið. Maður getur notað reglustiku eða réttskeið til þess að athuga hvort að þetta sé ekki orðið nógu gott. Þarna ætla ég greinilega að taka
tvær strókur í viðbót til þess að laga þetta til. Til þess að fá þessi afturbrún síðan alveg þráðbeina, þá verð ég með 2 spýtur sem ég klemmi ofan og neðan og þær halda þessu í beinni línu. Það er engin leið að klemma þetta saman öðruvísi og fá beina línu á það. Næsta mál á dagskrá er síðan að ganga frá rifjastubbum á aileronnar og búa til box fyrir hallastýriservóið.